Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 74 af þessu hlaðvarpi. Í dag ætla ég að sjá hvað maður man og hvað maður þorir að segja og fullyrða ákveðið viðfangsefni sem tengist íslenskri sögu og segir örugglega íslenska menningu. En eitt af því sem Íslendingar eru nokkuð stoltir af að þeir fundu fyrstir upp lýðræðið, sem náttúrulega algjört rugl. Við vorum ekki fyrst til að búa til lýðræði. Í einhverri mynd þá voru Grikkir fyrstir til þess að finna upp lýðræðið og búa til orðið fyrir það sem democracy eða democracy. En Íslendingar voru þó fyrstir til þess að mynda ákveðna hugmynd og láta hugmyndina verða að veruleika, og það að halda ákveðna fundi þar sem allir, innan gæsalappa allir, koma saman til þess að leysa úr málum og búa sér til reglur til þess að koma í veg fyrir að það yrði alger óreiða á þessu tiltölulega nýja landi. Við skulum ekki gleyma því að Ísland bara eyja úti á miðju Atlantshafi, nokkuð langt í burtu frá öðrum löndum sem að væru okkur tengd menningarlega, sem eru þá eins og Noregur og Danmörk og á þessum tíma England og jafnvel Svíþjóð. Þannig á þessari eyju gætu verið hvaða reglur sem Þetta frjáls þjóð eða frjálst ríki. Það engin konungur. Hver fær bara að ráða sínu landsvæði og umdæmi, sinni sveit, og leysa sín mál eins og þeim sýnist. Það engin lögregla, það ekkert yfirvald, það ekki einu sinni kóngur. Þetta geti verið frjálsræðishyggju eða jafnvel anarkískur draumur. En Íslendingar voru nógu skynsamir til að fatta að það kannski ekki í lagi að við útkljjáum okkar mál bara með því að drepa hvorn annan, og svo þarf einhver í fjölskyldu þess sem var drepinn að hefna fyrir þetta dráp og drepa einhvern í þinni fjölskyldu, og þá þarf þú að hefna þeirra og svo hefna þeir og svo hefnir þú og svo framvegis og svo framvegis. Þar til enginn eftir. Þetta leystum við með því að búa til þetta fundarkerfi. Annað orð fyrir fund væri þing, þar sem margir koma saman til að ræða ákveðin málefni. Og svo var þetta þing sem var öllum öðrum þingum æðra, eða allavega þar sem allir, innan gæsalappa aftur, mættu. Og þetta þá alþingi. Alþingi stofnað og haldið í fyrsta sinn árið 930. Miðað við virkni þingsins má eiginlega segja að við höfum verið fyrst til þess að setja upp
einhvers konar þing sem byggir á lýðræði og ræður lögum eigins ríkis fyrst allra þjóða. Þetta það sem Íslendingar eru að monta sig af. Að við höfum verið fyrst til þess að setja inn þetta kerfi þar sem fólkið ræður sér í sínu ríki eða allavega býr sjálft til þau lög sem ríkið skal fylgja. Án þess að það sé konungur sem ákveði sjálfur hvernig skal láta ríki haga sér. Það eru þó einhverjar villur eða svona mýtur það hvernig þetta þing virkaði. Þetta var ekki fullkomið lýðræði með stjórnarskrá þar sem allir kusu sinn útsendara inn á þing og þessir þingmenn myndu þá ákveða lög sem yrðu varanleg og skjalfest og skráð. Nei, þetta snerist meira að koma saman og komast að sameiginlegum niðurstöðum eða málamiðlunum í einhverjum erjum, í erfiðum málum sem komu upp á milli fólks í landinu. Því einmitt, eins og ég sagði áðan, það engin lögregla á landinu til þess að sjá til þess að allir fylgi lögum landsins og það ekki einu sinni skattar á landinu til þess að reka þessa stofnun. Þarna var fólk frekar bara að koma saman og sýna sæmd og passa upp á að aðilarnir sem taka þátt njóti ennþá virðingar. Að það komi fram að það hafi til dæmis tekist að ná sátt á milli tveggja fjölskylda sem voru kannski í einhverjum erjum. Eins og til dæmis að einhver drap einhvern annan á öðrum bæ eða olli fjölskyldunni á öðrum bæ einhverjum skaða, að þá frekar en að fara í hefndaraðgerðir, þá var málið tekið til Alþingis, borið undir þingið og þingið ákvað hvernig skyldi ná sáttum, þannig að aðilarnir sættist með einhvers konar endurgjöldum eða sektum frekar en að láta hinn seka borga með eigin blóði. Það ekki alveg rétt að segja að það hafi verið sköpuð lög á Alþingi, heldur snerist þetta einmitt meir dómsmál, en þá voru til dæmis aðilar inni á þessu þingi sem kallast lögsögumenn. Lögsögumaður mætti þýða sem law speaker, sem myndi kannski fylja upp og segja hver lögin eru í dag miðað við hvernig hefur verið dæmt áður í einhverjum sáttamálum. Það má lesa tvennt í þetta. Í fyrsta lagi hafa lögin ekki endilega verið skrifuð niður, enda voru þau ekki beint lög. Þingið hafði ekki komið saman og ákveðið að sektin fyrir að drepa þræl annars bónda kosti svona mikið eða að sá seki skuli borga þetta mikið til ríkisins. Það var það frekar að þessi lögsögumaður vissi hvernig hefði verið dæmt áður og nota þá vitneskju til þess að segja til
hvernig skal dæma í þessu nýja máli. Það hitt sem má lesa úr þessu, sem kannski afleiðing þessa sem ég var að segja, að þetta virkar nokkuð mikið eins og Hæstiréttur ríkis. Hæstiréttur á Íslandi og á íslensku myndi svara til eins og High Court eða Supreme Court í öðrum ríkjum úti í heimi. En þeir dómar sem verða til í svoleiðis réttum og þannig réttarkerfi segja yfirleitt til hvernig skal dæma í slíkum málum eftir á. Þannig dómar setja fordæmi. They set a precedent. En þetta alþingi kom saman hvert ár á staðnum sem heitir Alþingi, sem mjög vinsæll ferðamannastaður í dag. Þar má sjá hvernig flekaskil, so a divergent boundary of the tectonic plates, búa til klettavegg. Þar má sjá hvernig flekaskil, so a divergent boundary of the tectonic plates, hafa búið til vegg, grjótvegg, a rock wall, sem mjög góður til þess að búa til bergmál, to make an echo, literally rock speak, how the rock speaks back to you, sem fullkomið til þess að ná að magna upp það sem sagt. Þannig einhver sem stæði einu megin við vegginn gæti kallað fram á mótstæða vegginn og hljóðið myndi endurkastast og magnast við það að hann hrópi á vegginn. Þannig voru dómar yfirlýstir, að einhver kallaði á bergið og bergið mælti tilbaka og endurtók þannig séð það sem lögsögumaður eða einhvers konar dómari hefur sagt. Ég ætla ekki að fara of djúpt í söguna á miðöldum, hvernig fór með Alþingi, því ég kann hana ekki nógu vel, en Ísland var yfirtekið af Noregi í kringum 1260 og var þá undir norskri stjórn. Alþingi starfaði áfram en það hafði ekki nærri því sömu völd og það hafði haft áður. Þannig frekar en að þróa löggjöf, þá var þetta eiginlega bara eins og réttarsalur. Á meðan Ísland var undir Noregi og svo seinna Danmörku. En samkvæmt þessum ódýru heimildum sem ég hef hérna fyrir framan mig og þori ekki alveg að fylgja fyllilega, þá var Alþingi lagt niður af Danmörku árið 1800 og það var leyst af með Hæstarétti í Reykjavík. Þannig saga Alþingis sem Alþingi ekki heil. Það ekki búið að vera starfandi Alþingi síðan 930. En Alþingi var þó stofnað aftur, samkvæmt þessu, árið 1845 og þá helst til ráðleggingar og aðstoðar við dönsku krúnuna og við danska ríkið. En þá erum við komin nokkuð nálægt samtímanum og starfsemi Alþingis fékk meiri og meiri völd með tímanum. Þjóðernishyggja Íslendinga eykst á þessum tíma og árið 1904 þá fáum við heimastjórn sem heitir, sem þýðir þá að Alþingi fékk að setja lög, en það þurfti þá ennþá danska ríkið til þess að samþykkja þau lög sem við settum. Svo fáum við fullveldi árið 1918, það sem við hreinlega ráðum okkur sjálf, nema við erum ekki orðin sjálfstæð.
konungurinn þarf ennþá að skrifa undir lög sem Ísland setur og við erum fánalaus. En það fara að breytast 1944 þegar Ísland verður sjálfstætt. Rétt rúmlega 1000 árum eftir að Alþingi er stofnað. En í dag starfar Alþingi alveg eins og flest önnur þing í heiminum. Allir þegnar landsins, allir borgar og íbúar landsins sem eru með kosningarétt kjósa til þings einhvern úr sínu umdæmi til þess að fara með sín mál og vera með sinn málstað fyrir stafni og rökræða og kjósa til þess að mynda ný lög. Þá er Alþingi hætt að starfa sem dómskerfi en það hafði réttarkerfið tekið við af því eins og Hæstiréttur og Alþingi starfar í húsinu sem heitir Alþingishúsið í Reykjavík en það var byggt árið 1881 og hefur verið notað síðan þá. Þetta er örugglega með erfiðari þáttum sem ég hef tekið upp. Ég held og vona að komandi þættir verði ekki jafn erfiðir og þessi. Hér þarf ég að nota mjög mikið af máli sem þú heyrir sjaldnar og jafnvel þurft að segja hluti sem mér hefur aldrei dottið í hug að pæla í eða fundist skrítið fyrir en ég er að segja þetta upphátt með það í huga að þú hinum megin sem ert að hlusta á mig veist ekki endilega hvað liggur að baki þessara orða. Eins og þegar ég segi orð eins og bergmál eða máltæki eins og að hafa eitthvað fyrir stafni. En þú hefur þá heyrt það hér. Ég vona að þú hafir notið þáttarins, þó hann sé kannski nokkuð erfiður. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.